var út að labba, hugleiða heimsfrið og ást. Og af hverju svona margir hérna á jörðum og smást. Var eitthvað að pirra mig á allri þessari spiltu pólitík. Því að leið og ég sá þig varð ég bara Shit! Búið. Þú ert ógeðslegur. Það eina sem kjánalegt andlitið á þér. Já. Þetta gengur ekki svona morgun, þannig nú eru allir sem komast að reyna að laga það. Og já, öll keppnin fór í rauninni bara eftir fyrstu leið í gær þegar að Sighvati datt úr leik. Já, við erum búin að... Já, Daniel, hvernig hefur þetta gengið í morgun? Taka 200 í bekk sko og 300 í réttstöðu, það er 500 í samanlöð. Grjótarður. Segðu mér eitthvað meira þig, eitthvað annað kannski heldur en svona bekkpressu? Ég getur rifið símaskrá. Góður. Já, þú ert ekki svo fyrsta sem segir það. Þetta er dagsatt. Þjóð! Áttu símaskrá? Ég held að við höfum aldrei farið út af sem er reyndar ótrúlegt. En, jú, þetta gekk nokkuð vel bara. Og þú mættir hress á krókinn næstu keppni? Sjálfsög, ég mæti alltaf. Gengið vel. Þið voruð ekki á réttum stað í rásröðu allan dag, af hverju var það? Ég kýs að tjá mig ekki það svo stöðu. Það er bara heimska. Hvernig heimska? Já, bara svona gleymska. Hvað, glemduð þið lyklinum með það? Gæti verið. Hvar er lykillinn? Hvar ertu lykillinn sem ég þrái? Þetta átti að vera brandari. Já, það var það líka. Og önnur sérstæða sem við höfum umfram flest lönd er það að hér náttúrulega er ekki nema eitt tré. Og það er tréð af Sigga Braga. Á vegum, það er eitt tré út á akri og það er ótrúlega margir bílar lenda á þessu tré. Sem hann keyrir reglulega á að ég sögn sko. Ísak, þú hefur nú keppt í þessari keppni í mörg ár. Hver er lykill af velgengni í svona löngu rally? Nefnilega ákveðlega vefla. Eins og aðstæðanlega hljóma nú, sko, þá er það svolítið þáttur á því eiginlega, sko. Það er að þetta, ég ætla að segja frá öllu leyndarmálunum, þá er það eiginlega samt sem á að vera. Nefnilega ákveðlega vefla. Akkurát Ísak, en núna er Hanna Rún Ragnarsdóttir að þessast eitthvað þarna í bakgrunninum. Hvernig líst þér á Hanna? Hún er svolítið sérstök. Ég verði eiginlega vikið það, hún er mjög sérstök eiginlega, og eiginlega miklu skrýtnar en ég hélt. Magnús, ég sá að þú gubbaðir í tjaldið þitt í morgun. Ertu sáttur með það? Já, mjög sáttur. En þér var töluvert óglatt í morgun, eða ekki? Já, keyrðum bara rólega fyrir hádegi og tókum á því eftir hádegi, þannig að þetta hafðist. Þú varst nú mjög ölvaður í gær, af hverju? Bara að læra, það er aðalatrið og það var ekkert annað. En þetta er þá sennilega ástæðan fyrir þessari þingu sem það hafðir í morgun? Já, það var svolítið svoleiðis. Það var svona, þetta gekk allt upp fyrir rest, þannig að þetta er bara flott. Og krókurinn næst, það er nú oft mikið fyllir í þar og það er alveg að renna af þér, þannig að þetta hlýtur að vera drauma staða. Það er ágætt, þannig að við tungum bara meira á því næstu keppni. Gangið vel þar. Takk.